Sigríður Björk Guðjónsdóttir lætur af störfum sem ríkislögreglustjóri 4 árum áður en skipunartíma hennar lýkur. Dómsmálaráðherra segir Sigríði Björk hætta að eigin frumkvæði. Bankastjóri Landsbankans segir ný íbúðalánakjör ekki auka vaxtatekjur bankans. Kostnaður vegna fasteignalána 3 sinnum hærri hér á landi en í öðrum norrænum löndum. Úkraína gefst aldrei upp, segir utanríkisráðherra landsins sem gestur á heimsþingi kvenleiðtoga í Hörpu. Hún segir brottnám úkraínskra barna það stærsta sinna tegundar í heimssögunni. 2 árum eftir að Grindavík var fyrst rýmd búa þar allt að 450 manns. Íbúar vona að óvissunni farið að ljúka og hægt verði að hefja endurreisn bæjarins. Svo bara hlakka ég til þegar verða goslok einhvern tímann og þá tökum við þann dag bara með trompi og gleymum þessum. Og gríðarleg spenna ríkir í Borgarleikhúsinu þar sem úrslitakvöld Skrekks hæfileikakeppni grunnskólanna í Reykjavík hefst innan stundar. Yfir 200 unglingar úr 8 skólum stíga á stóra sviðið í kvöld. Komið þið sæl. Sigríður Björk Guðjónsdóttir lætur af störfum sem ríkislögreglustjóri. Þetta var niðurstaða fundar sem hún átti með dómsmálaráðherra í gær. Sigríður Björk var undir miklum þrýstingi eftir að Spegillinn upplýsti að embættið hefði síðustu 5 ár keypt þjónustu af ráðgjafafyrirtækinu Intru fyrir 160 milljónir króna án útboðs. Dómsmálaráðherra sagði fyrir helgi að staða Sigríðar væri alvarleg og að verið væri að skoða mál hennar í dómsmálaráðuneytinu. Grímur Hergeirsson, lögreglustjóri á Suðurlandi, verður settur ríkislögreglustjóri. Þar til gengið verður frá skipun nýs ríkislögreglustjóra. Þetta var að hennar frumkvæði. Við áttum fund í gær eftir að hafa talað saman í nokkur skipti þetta mál. Og ég hef verið býsna skýr hvað mér fannst alvarleika stigið á málinu. En hún kom til mín og óskaði eftir því að upplýsti mig það hún ætlaði að segja af sér embætti og við ræddum saman í kjölfarið. Var þetta óumflýjanleg niðurstaða? Ég held að þetta sé rétt niðurstaða og rétt ákvörðun hjá henni og ég held að þetta sé farsæl niðurstaða í heildarsamhengi hlutana. Afsögn Sigríðar Bjarkar má rekja til viðskipta við ráðgjafafyrirtækið Intru. 14. maí sendir fréttastofa RÚV beiðni til ríkislögreglustjóra að fá öll gögn varða viðskipti við Intru afhent. 3 vikum síðar beiðninni svarað en svörin voru almenns eðlis og engin gögn voru afhent. 3. september óskar fréttastofa eftir öllum tímaskýrslum og reikningum frá Intru til ríkislögreglustjóra eftir að fyrirtækið hafði gefið út fleiri reikninga í sumar. Þau gögn fást afhent 3 vikum síðar. 5. september Þórunn Óðinsdóttir, stofnandi og eini starfsmaður Intru, ráðin í fullt starf hjá embættinu, en hvergi greint frá ráðningunni. Umfjöllun fréttastofu málið birtist í Speglinum á Rás 1 27. október og tæplega 2 vikum síðar tilkynnir Sigríður Björk ráðherra afsögn. Hún flyst í dómsmálaráðuneytið þar sem hún verður sérfræðingur í aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi. Hún lagði þetta til. Hún auðvitað skipuð og átti 4 ár eftir að skipunartímanum sem ráðherra sem hefur metnað fyrir aðgerðum gegn kynbundnu ofbeldi en hefur líka metnað fyrir því að vel sé farið með fjármuni ríkisins. Þá fagna ég því auðvitað að í kjölfar þess að hún segir af sér embætti sem ríkislögreglustjóri haldi hún þó áfram störfum fyrir ríkið þannig að það sé ekki þannig að hún sitji heima á einhverjum starfslokasamningi. Og nánar verður rætt við dómsmálaráðherra í Kastljósi að loknum íþróttum og veðri. Förum í annað. Viðskiptabankarnir 3 hafa allir boðið breytt húsnæðislánakjör eftir dóm Hæstaréttar í síðasta mánuði. Bankastjóri Landsbankans segir bankan renna nokkuð blint í sjóinn með frambúði sínu á verðtryggðum lánum með föstum vöxtum til 20 ára til fyrstu kaupenda. Hún hvetur lántakendur að leita sér ráðgjafar út frá breyttum forsendum. Það skiptir meginmáli að við getum fjármagnað þessi lán líka og þannig að við þurfum að sjá hvernig þetta gengur, hvernig þessi lán fara í lántakendur og þá líka geta fjármagnað á móti og svo verðum við bara að taka stöðuna eftir því sem að framvindur. Bankinn hafi ekki tekið ákvörðun að rýmka frekar rétt til verðtryggðra lána eftir að Seðlabankinn birti vaxtaviðmið sín á föstudag.
Lilja skýrir mikinn vaxtamun hér og á öðrum Norðurlöndum með vísan í stýrivexti Seðlabankans sem eru 7,5%. Og lægstu vextir sem við bjóðum núna eru fastir vextir í 5 ár og þeir eru 8,15%. Og við vitum það líka að núna þegar stýrivexti lækka þá erum við búin að tengja jafnframt íbúðalánin við stýrivexti. Þannig að leiða þau lækka þá lækka íbúðalánavextir á breytilegum lánum og svo er líka hægt að festa vexti í 1 ár sem þýðir það að fólk getur horft til þess ef að vextir eru að breytast hratt að festa þá í skemmri tíma. Og þetta skiptir auðvitað máli, en það er vaxtastigið sem skiptir aðalmáli þegar kemur að íbúðalánavöxtum. Nýlega skiluðu viðskiptabankarnir árshlutauppgjörum sínum sem sýndu fram á mikinn hagnað. Við erum ekki að fá aukinn ávinning á nokkurn hátt með nýjum íbúðalánum, þannig að það stendur alveg eins og áður, þannig að það skiptir öllu máli hvað varðar setningu á íbúðalánum að vaxtastigið sé lægra. Hún ráðleggur fólki að leita sér ráðgjafar varðandi sín lánakjör og þær breytingar sem orðið hafa. Langmikilvægast er að fá ráðgjöf þín mál, nákvæmlega hvernig þér er best að haga þér að hvers konar lán hentar þér þínum aðstæðum og það eru allir boðnir og búnir til þess að gera það. Hér má sjá að kostnaður fasteignalána íslensku bankana fyrir neytendur er 2-falt og jafnvel 3-falt hærri en fasteignalánskostnaður skandinavískra banka. Þetta er árleg hlutfallstala kostnaður sem tekur til alls kostnaðar við lán. Það eru vextir ásamt öllum aukagjöldum. Það er lántökugjaldi, greiðslugjaldi, seðilgjaldi og svo framvegis. Og þetta er talin besta leiðin til að bera saman lán. Og eins og sést að þá er lántökukostnaður hæstur hjá Íslandsbanka og lægstur hjá Nordea-bankanum í Finnlandi. Vextirnir eru ríflega 3-falt hærri hér. Þetta eru háu vextir í samanburðarlöndum. Stýrivextir hér eru mun hærri heldur en í samanburðarlöndum og í Norðurlöndunum til dæmis. Þannig að það er frábært ef það skapast aðstæður til þess að lækka vexti og það er það sem við viljum öll. Það er engin spurning það. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, velkomin. Bankarnir eru byrjaðir að bjóða aftur verðtryggð lán en bara með hærri vöxtum en áður var. Var þá ekki eiginlega slæmt fyrir neytendur að þið skyldu hafa unnið þetta mál? Nei, alls ekki. Nú er orðið skýrt að bankarnir verða að fara að lögum og það verður að vera skýrt með hvaða hætti bankarnir hækka eða lækka vexti. Áður gátu þeir bara breytt vöxtum eftir behag og við áttum bara að treysta því að þeir gerðu vel. Auðvitað komaði fram núna með háa vexti eins og þeir hótuðu og sendu signal sín á milli að nú skildu þeir hækka vexti. Og það er orðin raunin en við náttúrulega þetta er bara að gerast akkurat núna og við skulum sjá til að lán er yfirleitt til lengri tíma 20 ár og það getur vel farið svo að það muni lækka og muni koma meiri samkeppni inn í þetta þegar það líður á. Þannig að áður en að farið af stað í þessi málaferli þá sáu þið í kortunum að bankarnir myndu hækka vexti ef að þið myndu vinna að tapa hvað svo sem gerist? Þeir hótuðu því beinlínis að þeir sendu menn í fjölmiðla sem sögðu það að nú skildu þeir hækka vexti og þannig að sú er raunin og við sjáum bara hér að fákeppnin er slík að það er enginn sem hreyfir við fingri þegar að bankarnir hætta að lána svo vikum skiptir. Ef verslun hættir að selja vörur sínar þá verslar við aðra verslun en núna hér á Íslandi eru bara 3 stóri bankar og ekki hægt að skipta erfitt að skipta Einn af stóru bankunum þreymar, Arion banki, hann var að kynna ný lánakjör bara síðdegis í dag. Hvernig líst þér á þau? Svona fljótt að litið, ég er bara rétt búin að kynna mér þau, en fljótt að litið er bara fínt að fá meira í flóruna en aðalatrið er að vextirnir séu lágir. Það er rými hjá bönkunum. Vaxtamunur íslenskra banka er 2-faldur á við það sem gerist í öðrum löndum og núna verða þeir bara að sýna lit og fara að lækka vexti. Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, þakka þér kærlega fyrir komuna. Við ætlum út í heim. Brottnám Rússa á úkraínskum börnum er það mesta í heimssögunni, segir utanríkisráðherra Úkraínu. Úkraínumenn muni aldrei gefast upp í stríðinu við Rússa. Mariana Betsa tók við embætti utanríkisráðherra Úkraínu á síðasta ári. Hún segir mikilvægt fyrir kvenleiðtoga í stríðshrjáðu landi að ræða við aðra kvenleiðtoga líkt og færi gefst til á heimsþinginu. Without women's participation in the recovery, in the post-war recovery, peace building, I think there will be no justice and equality. Á hverjum degi setur Betsa færslu á X hve margir dagar eru frá innrás Rússa í Úkraínu. Betsa segir Úkraínu verja grundvallaréttindi stoppsáttmála Sameinuðu þjóðanna í stríðinu og í þeirri vörn leggi konur sitt af mörkum.
líka á vígvellinum. A kindergarten teacher just from this full-scale invasion went to shoot down the drones and to help our air defense. And they were not trained for this, but this is our duty to defend our country. Hún segir Rússa hafa misreiknað mótspyrnu Úkraínu, bæði við hernám Krímskaga sem verði aldrei viðurkennt og við innrásina 2022, þar sem þeir náðu ekki þeim árangri sem það var stefnt. Even now, Russia miscalculates greatly, thinking that it could switch off electricity, ruin our gas storages, and force people to capitulate and to surrender. It will not happen. Ukraine will not surrender. This is a very clear message. Rússar hafa numið minnst 20.000 úkrænsk börn á brott. Betsa segir þetta mikinn harmleik. Russia changes their name, changes their personal status. They're being so-called adopted by Russian families, including by Russian MPs, but this is not adoption. This is the largest state abduction operation in history. 1600 börn hafa verið endurheimt. Úkraína bindur vonir við sérstakan dómstól fyrir árásarglæpi sem Evrópuráðið ætlar að koma á fót. This is war crimes. Ukrainian children have been killed by Russia. Ukrainian children have been tortured by Russia. Ukrainian children have been abducted and deported by Russia. And the responsibility should be there. Yfir 500 leiðtogar úr stjórnmálum, viðskiptum, frjálsum félagasamtökum og vísindum víðsvegar úr heiminum koma saman á heimsþingi kvenleiðtoga sem hófst í Hörpu í dag. Þetta í 8. sinn sem þingið haldið og í ár verður lögð sérstök áhersla á frið, öryggi og stöðu lýðræðis. Einnig verður fjallað alþjóðlegt bakslag í mannréttindum, stöðu drengja og áhrif gervigreindar á fjölmiðla á vinnumarkað. Bæði útvarpsstjóri og fréttastjóri BBC sögðu af sér vegna umfjöllunar miðilsins Donald Trump. Í fréttaskýringaþættinum Panorama var myndband af ræðu Trumps fyrir árásina á þinghúsið 2021 klippt þannig að hann virtist hvetja stuðningsmenn sína til að annars vegar marsera að þinghúsinu og hins vegar að berjast sér við hlið. Í reynd sagði hann þetta tvennt þó með 50 mínútna millibili. Þátturinn var sýndur skömmu fyrir forsetakosningarnar vestanhafs í fyrra. En þetta var þó ekki það eina sem bent var á í minnisblaði BBC BBC sem lekið var til breska miðilsins The Telegraph. Umfjöllun málefni transfólks og stríðið á Gaza komu einnig til umræðu. Forsvarsmenn BBC segja þetta mistök sem þau axli ábyrgð á. I stepped down over the weekend because the buck stops with me. But I'd like to make one thing very clear. BBC News is not institutionally biased. That's why it's the world's most trusted news provider. These examples have really dented trust and confidence in the BBC. It goes way beyond just political bias. I think they've lost touch with a large element of the British population. We want them to be successful. They're a really important part of the broadcasting ecosystem. But at the moment, they're their own worst enemy. Valgerður Anna Jóhannsdóttir, dósent í Blaðafréttamennsku Háskóla Íslands, velkomin. Hversu alvarlegt þetta hjá BBC að þínu mati? Þetta þetta mjög alvarlegt og áfall fyrir stofnunina. BBC hefur notið traust sem allan heim, meira heldur en flestir aðrir fjölmiðlar, þannig að þetta þetta gríðarlegt áfall og sérstæðu þetta á því að bæði útvarpsstjórinn og fréttastjórinn skuli segja af sér. Þetta bara vond mistök sem að þarna eru gerð. Málinu lokið með afsögn þessara einstaklinga? Ég nú ekkert alveg sannfærð það. Traust þetta fjöregg sem að mjög vandmeðfarið. Ef þú missir það að þá meira en að segja það að vinna það aftur. Þannig að það verður þetta þannig að það verður fylgst mjög grannt með fréttaflutningi BBC áfram og þannig að þau eiga svolítið brekku fyrir höndum held ég við að endurvinna þetta og væntanlega fer ykkur vinna og sjálfsagt þegar hafin ykkur vinna innandyra við að svona árétta hvernig vinnubrögð séu viðunandi. En heldur þetta geti skaðað traust til annara fjölmiðla, ekki bara BBC, bara út í heimi, á Íslandi, víðsvegar heim, bara allra? Já, ég svolítið hrædd það, að þetta hafi áhrif. Ef ég get ekki treyst BBC, hverjum get ég þá treyst? Og nú þetta öll umræða og svona afstaða fólks til fréttamiðla mjög svona polariseruð.
þannig að þetta mun örugglega sko hafa áhrif bara svona almennt og eru held ég svona skilaboð til fjölmiðla og blaðamanna bara allan heim að í þessu svona andrúmslofti sem að þá bara lykilatriði að vanda sig og nota þau vinnubrögð sem að vöndu blaðamannska krefst af þeim. Því að þetta svo líka sko hættan sú að að menn fari svona kannski að fara of varlega skiluru og fari þá að ritskoða sjálfan sig og þá verði aðhaldið sem að fjölmiðlum ætlað að veita. Það gengur ekki. Þetta svolítið vandrataður þessi vegur sko en það verður bara að vanda sig. Valgerður Rána Jónsdóttir, höfum ekki meiri tíma, þakka þér kærlega fyrir komuna í Myndir. Við ætlum að koma aftur hingað heim. 100 mál hafa borist umhyggju síðustu 2 ár frá foreldrum langveikra barna sem mæta höfnun í kerfinu þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. Lögfræðingur segir að í einhverjum tilfellum megi telja þetta lögbrot. Síðustu 2 ár hafa 70 fjölskyldur leitað til umhyggju félags langveikra barna eftir aðstoð vegna hindrana sem þau mæta innan kerfisins. Framkvæmdastjóri segir stóran hluta málana snúa að því að börnum eða foreldrum sé hafnað þjónustu eða greiðslur af hálfu sveitarfélaga eða ríkisins þrátt fyrir að uppfylla öll skilyrði. Álagið á þetta fólk gríðarlegt og ekki bara álagið við það að annast börnin sjálf, heldur tala foreldrar líka einhvers konar kerfislega kulnun, það að segja, fólk að bugast yfir því að þurfa að standa í stappi við kerfið til að fá tilhlýðlega þjónustu, til að fá greiningar á börnin sín, þau þurfa að standa á biðlistum og svo framvegis. Sumar fjölskyldur eru með meira en 1 mál í vinnslu hjá félaginu og eru málinu 100 talsins. Eðli málsins samkvæmt mikil pappírsvinna sem liggur að baki, segir lögfræðingur félagsins sem sligi marga foreldra. Sumir hafi lýst þessu sem frumskógi og gefist hreinlega upp. Oft fær maður á tilfinninguna að fólk þurfi virkilega að berjast fyrir sínum réttindum til að fá í gegn það sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. Í einhverjum tilfellum líti út fyrir að lög hafi verið brotin. Nýlegt dæmi úr Kópavogsbæ þar sem var samþykkt þjónusta fyrir fatlað barn í júlí og enn verið að bíða núna 4 mánuðum seinna eftir að þjónustan geti hafist. En ástæðan sem þessi foreldrar hafa fengið frá sveitarfélaginu sú að það ekki fjármagn til staðar til að sinna þjónustunni. Árný segir þetta sína áhersluna sem sum sveitarfélög leggja á málaflokkin. Þörf sé á viðhorfsbreytingu. Við getum í mörgum tilvikum ekki breytti að barn sé langveikt eða fatlað. En við getum sem samfélag og sem kerfi breytti hvernig við höldum utan þetta fólk, hvernig við tökum á móti því og hvað við gerum þeim auðvelt eða erfitt fyrir að fara í gegnum þetta ferli sem það að eiga langveikt og fatlað barn. 2 ár eru í dag síðan Grindavík var rýmd í fyrsta sinn. Bæjarstjórinn segir beðið eftir goslokum svo hægt sé að hefja öfluga endurreisn að nýju. 10. nóvember og verður örlagaríkur dagur í lífi Grindvíkinga. Þessi dagur og það sem hann hafði svo í för með sér að þetta skemmtir sem urðu hérna í bænum til 10. nóvember. Afleiðingar þess og þetta 9 eldgos síðan á þessum 2 árum. Rétt hérna í bæjarjaðrinum hjá okkur. Þetta nokkuð sem enginn gat átt von á eða búið sér almennilega undir. En þegar maður fór kvöldið, ég fór reyndar ekki fyrir nóttina, þá grunnaði maður nú ekki að maður ætti ekki eftir að koma aftur í svona langan tíma. Og búið að ganga svo mikið á þessi 2 ár. Á sprungusveimum svolítið eins og tíminn hafi staðið í stað enda bannað að vera þar á ferli. Enn eru óskilamunir í íþróttahúsinu í hópinu og sólarljósið hefur sett sitt mark á upplitaða rýmingamiða í gluggum. En annars staðar í bænum, eins og á höfninni, eins og ekkert hafi í skorist. Og atvinnulífið, sérstaklega við höfnina, bara mjög blómlegt. Þannig að þetta ekki alveg vont, en við erum ennþá í atburði og bíðum eftir því að því ljúki, þannig að það sé hægt að hefja öfluga endurreisn að nýju. Ég bara finn það eitthvað svo sterkt að við ætlum að bara endurreisa bæinn okkar. Ýmislegt hefur verið gert til að verja Grindavík á þessum 2 árum. Rúmlega 11 milljörðum hefur verið varið í varnargarða í kringum Grindavík samkvæmt samantekt Vegagerðarinnar og hættuleg svæði í bænum girt af.
það svo öruggt að vera í Grindavík að þú verður ekki einu sinni fyrir bíl, hérna, það ekki einu sinni bílar. 400 til 450 búa nú í Grindavík. Fyrir 2 árum bjuggu þar 3.800 manns. Samkvæmt upplýsingum frá bæjaryfirvöldum hafa rúmlega 200 eigendur húsa gert svokallaðan hollvinasamning við fasteignafélagið Þórkötlu. Helmingur þeirra greiða svo sérstaklega fyrir að gista í húsunum. Ómar og Greta hafa bæði gert slíkan samning. Og ætlar þú og þín fjölskylda að snúa tilbaka? Já, við bara bíðum. Við bara getum ekki beðið og við bara klára skólan og hjá krökkunum og þá erum við komin. Þannig já, við flytjum heim aftur en það náttúrulega á eftir að finna út af því hvernig endurkaupin verða og annað. Þannig að við bíðum svolítið spennt eftir að heyra hvernig Þórkatla snýr sér í þeim málum. Þetta var fínn dagur til að minna sig á líka bara hvert maður komin. Allavega eins fyrir mig, ég get bara að tala fyrir sjálfa mig, en ég svo bara hlakka ég til þegar verða goslokk einhvern tímann og þá tökum við þann dag bara með trompi og gleymum þessum. 19 verkefni fengu í dag úthlutað úr styrktarsjóði geðheilbrigðis og fór athöfnin fram á Kjarvalsstöðum. Okkar heimur fékk hæsta styrkinn 3,5 milljón króna vegna námskeiðs fyrir börn sem eiga foreldra sem glíma við geðræn veikindi. Áróra Huld Bjarnadóttir hlaut næst hæsta styrkinn 3 milljónir króna fyrir verkefnið foreldrastuðningur fyrir foreldra með geðrænar áskoranir. Þetta í 5. sinn sem úthlutað úr sjóðnum og alls bárust yfir 80 umsóknir. Úrslitakvöld Skrekks hæfileikakeppni grunnskólana í Reykjavík í Borgarleikhúsinu í kvöld og þar Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, hvernig spennustigið? Einhver sviðskrekkur í keppendum? Allan með við stemninguna og spenningin sem hér, þá ekki að sjá að það sé mikill skrekkur í fólki. Hér bara gleði og glaumur, söngur og dans og allir rosalega hressir. Hérna einmitt einn keppandi sem ég með hérna hjá mér, hann Ari úr Árbæjarskóla. Ari, hvernig svona tilfinningin að vera að keppa á þessu úrslitakvöldi? Þetta bara geggjur tilfinning, auðvitað smá stress, en það bara svona að mestu leyti bara stemning, sko. Hvað snýst ykkar atriði? Atriði okkar snýst í rauninni bara óþarfa stress og kvíða. Sprengjan okkar á að tákna svona stress og kvíða, svona óþarfa stress og kvíða og síðan springur hún og það var bara allt í lagi. Teljið eitthvað að sé of mikið stress í samfélaginu í dag? Þetta finna allir fyrir stressi, ekkert endilega of mikið nú til dags en það svona, þú veist, búningarnir. Við erum með svo marga búninga mismunandi og þá að tákna að allir finna fyrir stressi og svona. Takk fyrir þetta Ari og hér nú fleiri keppendur. Hér erum við með Foldaskóla, þetta hún Halldóra. Halldóra, hvaða atriði verðið þið með í kvöld? Við verðum með það heitir Ég og það strák eða stelpu sem kemur út sem trans og hún verður neitað af besta vini sínum en út af fóreldrar eru svo svona homofóbik en hann fattar svo það bara alltaf leið, það ekki allir eins, hann bara eins og hann og þeir verður bara aftur vinir. Takk fyrir þetta Halldóra, gangi ykkur vel og hvernig skyldi maður bæta svona keppni? Hér einn af dómurum kvöldsins sem öllum hnútum kunnugur, það Mikael Kóper. Hvernig dæmir maður svona keppni? Herðu, frábær spurning. Ég held að það sem skiptir mestu máli sé bara að hafa einlægnina og leikgleðina að leiðarljósi. Ertu spenntur? Ekkert smá, ég meina, sérðu orkuna hérna? Takið að rifna af og ég get ekki beðið eftir kvöldinu. Takk fyrir þetta og þess maður geta að það verður sýndur í beinni á RÚV klukkan korter yfir 8 en við kveðum hérna úr Borgarleikhúsinu. Takk fyrir það Erla María Davíðsdóttir. Skulum þá kíkja á veðrið. Til morguns verða litlar breytingar á veðrinu. Áfram verður norðaustlægur vindur, víðast 5 til 13 metrar á sekúndu og hvassast við austurströndina. Létt skýjað sunnan og vestan til á landinu, en annars skýjað mestu og dálítil él norðaustan og austanlands. Kólnandi veður og hiti eða undir frostmarki síðdegis. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir. Lyftingakonan Eygló Fandal Sturludóttir að glíma við meiðsli sem reyndust alvarlegri en haldið var í fyrstu. Hún stefnir þó á að vera mætt aftur til keppni fyrir HM næsta haust. Það má búast við breytingum á leik íslenska kvennalandsliðsins í körfubolta þegar liðið mætir Serbíu á miðvikudag. Það verður fyrsti leikurinn undir stjórn nýs landsliðsþjálfara. Spennan svo farin að magnast í Formúlu 1. Lando Norris færist nær sínum fyrsta heimsmeistaratitli þegar 3 keppnir eru eftir á tímabilinu. Förum yfir þetta allt í íþróttum hér eftir fréttir. Rifjum þá upp helstu fréttir.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir lætur af störfum sem ríkislögreglustjóri 4 árum áður en skipunartíma hennar lýkur. Dómsmálaráðherra segir Sigríði Björk hætta að eigin frumkvæði. Bankastjóri Landsbankans segir ný íbúðalánakjör ekki auka vaxtatekjur bankans. Kostnaður vegna fasteignalána 3 sinnum hærri hér á landi en í öðrum norrænum löndum. Úkraína gefst aldrei upp, segir utanríkisráðherra landsins sem gestur á heimsþingi kvenleiðtoga í Hörpu. Hún segir brottnám úkraínskra barna það stærsta sinnar tegundar í heimsögunni. 2 árum eftir að Grindavík var fyrst rýmd búa þar allt að 450 manns. Íbúar vona að óvissunni farið að ljúka og hægt verið að hefja endurreisn bæjarins. Þá þetta upptalið hjá okkur í bili. Við minnum á að það alltaf hægt að senda okkur á fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Ábendingar fréttir, málfar eða allt og hvaðina. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Skrekkur 2025. Bein útsending frá úrslitum hæfileikakeppninnar Skrekks í Borgarleikhúsinu. Norðurstjarnan, gráglettin finnsk glæpaþáttaröð lögreglukonu sem rannsakar glæpi í Lapplandi, stærsta lögregluumdæmi heims. Handrit þáttanna byggt á raunverulegum glæpum. Það algengur misskilningur finnst mér hjá fólki að það að vera með fötlun fyrir einhvers konar skert lífsgæði. Foreldrum mínum var sagt að ég myndi ekki ná meir en 20 ára aldri. Hér ég í dag og rúmlega 50. Dagur í lífi. Íslensk þáttaröð í 8 hlutum. Einlægar og opinskáar frásagnir fólks sem býr við aðstæður í daglegu lífi sem eru ólíkar öllu sem flest